Málstekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Í Kastljósi í gær sagði hv. þingmaður Páll Magnússon ýmislegt áhugavert. Mig langar til að nefna tvennt sem ég rak eyrun í. Í fyrsta lagi þá hvatti hann stjórnarandstöðuna til að bíða með vantrauststillögu því ráðherrar ríkisstjórnarinnar ættu örugglega eftir að gera stærri mistök en að klúðra skipun dómara í heilt nýtt dómstig. Ef traust hv. þingmanns á ráðherrum ríkisstjórnarinnar ekki meira en það, þá hlýtur hann að grípa tækifærið að fyrra bragði, en kannski ósett núna, að leggja til vantraust á ríkisstjórnina til þess að koma í veg fyrir að þau mistök verði að veruleika. Þetta er mjög áhugaverð hótun til þjóðarinnar. Stærri mistök á leiðinni. Í öðru lagi þá sagði hv. þingmaður að ábyrgðin sé ráðherra. Ég velti því fyrir mér, hver er sú ábyrgð? Ekki er ráðherra að greiða þær miskabætur sem hún átti úr eigin vasa. Þær eru greiddar úr ríkissjóði, vasa allra landsmanna. Þar er almenningur að gjalda fyrir persónlega geðþóttaákvörðun ráðherra. Hér hefur nefnilega áður verið spurt, hvað væri öðruvísi ef ráðherra væri að bera ábyrgð? Væri þá kannski annar ráðherra en þingmaðurinn Sigríður Á. Andersen? Er þingmaðurinn Sigríður Á. Andersen að axla ábyrgð með því að taka aftur að sér embætti dómsmálaráðherra? Hvernig virkar það eiginlega? Við þingmenn þurfum nú að spyrja okkur mjög einfaldra spurninga. Þegar ráðherrar fara gegn áliti sérfræðinga, viðvörunum þingmanna, brjóta lög jafn alvarlegt mál og skipun dómara og viðurkennir að það hafi verið hennar ákvörðun og að ábyrgðin sé hennar en gerir svo ekkert til þess að axla þá ábyrgð, verður þingið þá ekki stíga inn í? Ef það er ekki vantraustvert að klúðra skipun heils dómstigs, hvað er það þá?